Komið sæl og góðan daginn. Í dag ætlum við að læra að eiga við okkar eigin hugsanir og hvernig við getum hætt að hugsa neikvæðar hugsanir og fara að hugsa og hvað við höfum að hugsa í staðinn. Og Guð kennir okkur í dag í gegnum orðsitt rosalega sterkt hversu mikilvægt þetta að við séum að passa upp á okkar eigin hugsanir og að það tala því orðskviðum að það sem við hugsum það verðum við og að hver hugsun orka kraftur sem hefur sköpunarmátt og þess vegna svo óbúslega mikilvægt að við séum ekki að hugsa eitthvað neikvætt bullshit af því þá það sem við erum að skapa inn í líf okkur, sérstaklega það sem við erum að hugsa aftur og aftur og aftur og aftur og þá þetta fyrsta skrefið að taka eftir því hvað ég að hugsa, og þá þurfum við svolítið að fara inn í hugleiðslu af því að ef við erum á fullu allan daginn og við erum stundum ekki átt okkur á því einu sinni hvað við erum að hugsa, nema kannski bara við og við að þá erum við ekki búin að setja okkur í aðstöðu til þess að fara að umbreyta því sem við erum að hugsa. Þannig að þegar við förum að setjumst niður í ró og kyrrð og byrjum að hlusta á þessar hugsanir, þessar sjálfvirku hugsanir sem eru stöðugt í gangi, þá byrjum við að taka eftir hvað í gangi. En margir eru þó að glíma við það, til dæmis þeir sem eru með kvíða eða þunglyndi eða að glíma við mikla streitu að þeir eru farin að taka verulega eftir þunganum í hugafarinu, þessum kvíðahugsunum, þessum óttahugsunum, þessum opboðslegu þunglyndu hugsunum og þá hugurinn orðinn mjög sjúkur og það talaði í Biblíunni hugsýki sem getur skapað ótrúlega mikil vandamál inn í líf okkar. Þannig að þegar við förum að taka til í hausnum á okkur og taka til í hugafarinu þá byrjar allt í lífinu okkar, bæði hérna í hinn innra en líka í ytri aðstæðum að umbreytast til hins betra. Þannig að fyrsta skrefið að taka eftir þessum hugsunum og þá þurfum við að vera tilbúin að stunda hugleiðslu. Ég veit fyrir marga sem eru með mjög óheilbrigt hugafar, sérstaklega með svona spólandi þvottavél í hausnum og þá bara tilhugsunin að huglega mjög þung og það var þannig hjá mér líka til að byrja með. Og það meðal annars þess vegna sem ég hef búið til hugleiðslubænir Frelsiskirkjunnar sem hægt að finna bæði á YouTube og Spotify til þess að hjálpa þér að byrja að hugleiða og biðja og taka til í hausnum. Þannig að ef þú ferð inn á Spotify og YouTube, skrifa Frelsiskirkjan, þá finnur þar hugleiðslubænir og ég mæli mig að hlusta að minnstakosti einu sinni á dag til að fá hámarks árangur og til þess að fá hraðan árangur í hugsanirnar og hugafarið. En síðan að þú ert kannski bara út í bónus eða út í göngutúr eða í vinnunni og allt í einu bara dynur myrkrið á þér bara, það bara því líkar neikvæðar hugsanir og þá svo mikilvægt að bregðast ekki við í ótta eða hræðslu en auðvitað það þannig að hugsanir okkar og hugafar okkar skapar okkar daglegu líðan, þannig að jafnaði það þannig að okkur líður eins og við erum að hugsa og þannig að hugafarið okkar stýrir líka líðan okkar. Og þess vegna ekki síst mikilvægt að ná tökum á hugsununum og læra að stýra þeim og stjórna þeim og læra að skipta út þessum neikvæðu fyrir jákvæðar og heilbrigðar hugsanir. Og það talaði í Biblíunni að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Þannig að við erum ekki að leyfa myrkrinu eða kvíðanum eða streitunni eða óttanum að stýra hugsunum okkar, heldur erum við að stýra okkar eigin hugsunum og við hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist og Kristur. Og hvað Kristur? Kristur hann ekki bara Guð, hann friður, hann kærleikur, hann lækning, hann frelsi, hann gleði, hann allt þetta heilbrigða, fallega, góða sem þýðir að við eigum að samræma hugsanir okkar við það sem hann þetta, gleði hugsanir, kærleiksríkar hugsanir, friðsælar hugsanir, rólegar hugsanir og svo framvegis. En þegar við finnum að þessar neikvæðu hugsanir dynja mjög harkalega á okkur, þá mjög gott að bregðast við með að ýta á stopptakkan. Og stopptakinn svona risastór eldröður stopptaki inn í þessari ósynlegu veröld sem við getum ýtt á og þegar við ýtum á hana stopptak þá stoppa hugsanir. Og hvað gerist þegar þær stoppa? Þá þurfum við að setja nýtt inn. Það segir í orðinu við eigum að sigra illt með góðu. Við eigum ekki að tæma hugan, heldur eigum við að flæða með ljós Guðs inn í hugan okkar. Og þá byrjum við að hugsa vísvitandi af ásetningi og jafnvel tala út, ef við erum í aðstöðu þess, heilbrigðar, jákvæðar, bjartar, fallegar hugsanir sem að segja í nútíð eins og þessi þegar orðið það sem við viljum fá. Ég sterkur, ég heilbrigð, ég frjáls, ég get þetta, mér líður vel í eigin skinni, ég finna líkami minn fullur af ljósi Guðs og fullur af heilbrigðinu sem að Jesús gaf mér. Mér líður vel alla daga og þegar ég stíg fram og gengi því ljósi sem að Guð hefur gefið mér að þá finn ég hvernig friðurinn fyllir hjarta mitt og vonin
og trúin. Það getur líka verið einfalt, það gott að hafa einfalda stuttasetningar til að byrja með og þá gott að nota annarkvort þakklætið eða það sem ég kalla jákvæða sjálfsuppbyggingu, sérstaklega fyrir þá sem að hafa haft tilhneigingu til þess að vera í svona niðurrifi og sjálfsásökun. Og það getur verið bara listi yfir allt sem við erum þakklátt fyrir, við erum búin að skrifa það niður og skrifa ég er þakklátur fyrir börnin mín, fjölskylduna mína, Guð, Jesú, fyrir að vera heilbrigður og það má líka vera eitthvað sem þú vilt öðlast, segjum kannski þess að þú ert að glíma við veikindi en þú vilt vera heilbrigður að þá myndir alltaf segja ég er þakklátt fyrir að vera heilbrigður núna eins og þessi þegar orðið, þá ert að tala inn heilbrigði inn í líf þitt og opna dyr fyrir Guð að gefa þér lækningu sína og það getur líka verið að ég var að segja þetta með jákvæða sjálfsuppbygginguna, þá erum við að skrifa niður lista yfir all okkar kosti og allt sem er jákvætt og heilbrigt og fallegt við okkur, hvort sem það er útlitstengt eða persónuleikin eða hæfileikar eða hvernig manneskja við erum, þú veist til dæmis ég er góð manneskja, ég er góð í að gera þetta eða gera hitt, ég er góð amma, ég er góð móðir, ég er góður faðir, ég er góður afi, ég er hjálpsöm eða ég er hjálpsamur, ég er kurteis, ég kem vel fram við aðra, þú veist, ég gef af mér. Leið og þú byrjar að hugsa þetta, vísvitandi ásetningi og tala nú ekki ef þú byrjar að tala þetta út þá áttu eftir að finna strax hvernig krafturinn og líðan og orkan innan með þér umbreytist til samræmis við það sem þú ert að hugsa og tala út. Og við megum ekki gleyma því að Jesús sagði, þegar hann var að kenna til dæmis mikilvægi hugafars, hann sagði til dæmis það að sá sem horfir á konu með losta í hjartanu og svona í gyndarhug, hann hefur þegar dríkt hórmenn í hjarta sínu. Spáði þessu, hann sagði það sem þú ert að hugsa og finnur þessar tilfinningar samhliða innra með þér, þá hefur þegar framkvæmt þetta í hjartanuðinu, þú veist, og Jesús kendi líka að varðveittu í hjarta þetta því að lífið kemur út úr hjartanuðinu, lífið sjálft kemur út úr hjartanu. Þannig að þegar við erum að hugsa eitthvað, þá er það að gerast í hinni ósýnilegu veröld og ef þú hugsar þetta nógu oft og framkvæmur þetta þannig nógu oft inn í hinni ósýnilegu veröld þá mun það manifestast og verða að veruleika í hinni efnislegu veröld. Þannig að það er svo mikilvægt að við sem að passa upp á hugafarið. Það er svo mikilvægt að við leyfum ekki myrkrinu eða hatrinu eða óttanum eða kvíðanum að taka yfir. Og svo segir í Jobbsbók, það sem ég óttaðist kom yfir mig. Þannig að þess vegna svo mikil áhersla á að endurnýja hugafarið og ekki bara að snúa okkur frá myrkrinu til ljóssins og taka á móti Jesú, heldur líka að passa upp á þessar hugsanir. Og fyrsta skrefið er að byrja að taka eftir þeim, byrja að skrifa niður hugsanir sem þú vilt hugsa og byrja að þjálfa þig og æfa þig í að hugsa þær vísvitandi. Og til þess að fá meiri hjálp og mæli ég eindregið með að hlusta á bæði hugleiðslubænir Frelsiskirkjunnar og líka vefþættina inn á Spotify og YouTube og þú munt byrja að finna léttinn, þú munt byrja að finna að Guð byrja að lýsa upp myrkrið í hjartanuðinu og þeir eru eftir að fara að líða betur, þú ert eftir að sjá sjálfan þig og lífið bjartari augum og hlutirnir fara að verða auðveldari og heilbrigðari fyrir þig og þitt líf. Þannig að ég segi bara gangi vel og Guð blessi þig og ég bara bið Guð, almáttugan föður okkar að hjálpa þér að varðveita hjarta þitt og endurnýja hugafarið þitt og hjálpa þér að finna þrá og löngun til þess að taka til í hausnum að þér. Gangi vel.